Ég hef vun að vera með mækinn alveg svona því ég syng stundum. En nú þarf ég líka að geta lesið, þannig að þetta er smá erfiðara. Það er sjá. Ok. Ég verð að viðurkenna að ég var kannski ekkert sérstaklega góður fulltrúi Íslands þegar ég flutti til Svíþjóðar. Í mínum huga voru Svíjar bara einhvern veginn búin að finna út úr lífinu. Þið vitið, það voru lægri vextir, þeir eru sjúklega skipulagðir, almenningssamgöngunar mæta á réttum tíma, allt bara svona ferkantað, pakkast vel og passar í Volvoinn. Og svo er veðrið frekar næs líka. Það eru engar lægðir eða appelsínugular viðvaranir í Svíþjóð. Og fyrstu vikurnar eftir ég flytti út, hugsaði ég mjög oft, vá, af hverju getum við ekki gert þetta svona heima? En þó ég hafi flutt út til að fara í nám, þá var ég til að byrja með meira sem ferðamaður. Ég bjó í 20 fermetra stúdíóíbúð og það eina sem ég þurfti að kaupa var bara í matinn og strætókort. En á einhverjum tímapunkti þá hætti ég að vera ferðamaður og varð íbúi í landinu. Ég fekk ógeð af tilbúnum réttum. Ég var frekar þreytt á þrengslunum í stúdíóíbúðinni og langaði að fara að koma mér betur fyrir. Og þá blasir við manni allt annað veruleiki. Ég talaði við kennara í háskólanum. Við erum að tala um konu með doktorspróf og hún var gift hámenntuðum manni og hún var að vinna í því að kaupa sér fasteign með 2 vinahjónum af því að það var eina leiðin þeirra til að komast inn á fasteignamarkaðinn. Og þau voru ekki að kaupa einhverja villu, þau voru að kaupa 120 fermetra hús. Og fólki sem var með mér í námi, það hafði flest engan draum að kaupa sér fasteign. Þau dreymdu að fá svokallaðan föstahand leigusamning sem þýðir sko að hætta að leigja af einhverjum sem er með leigusamning og neitar að segja honum upp þó hann sé fluttur og fara að leigja beint af leigufélaginu. Og þeir foreldrar sem voru forsjálfastir, þeir skráðu börnin sín á svona biðlista eftir svona húsnæði þegar þau voru í grunnskóla í þeirri von að þau kæmist þarna inn þegar þau færu í háskóla. Það er nefnilega mjög auðvelt að verða ástfangin af samfélagi sem maður heimsækir, en það merkilega er að maður sér ekki mikið af húsnæðisvanda í helgarferð. Þrátt fyrir að vextirnir séu lágir, þá eru launin í Svíþjóð nefnilega svo miklu lægri. Þegar ég flutti heim frá Svíþjóð þá tvöfölduðust launin mín. Ég var að vinna sem sérfræðingur í tæknigeiranum og ég fer að vinna hjá hinu opinbera á Íslandi. Og þó vextirnir séu aðeins lægri, þá er fastur kostnaður hærri í Svíþjóð og miklu meira íþyngjandi. Þarna er ég að tala til dæmis síma, net, heitt og kalt vatn, orkukostnað, vegatolla, bílastæðagjöld og þess háttar. Bara svo það sé alveg á hreinu, þá er ég ekki að segja að Svíþjóð sé slæmt land, langt í frá. Ég elska Svíþjóð. En það sem ég er að reyna að koma á framfæri er að það er ekkert samfélag gallalaust. Og við þurfum að passa okkur þegar einhver reynir að lofa okkur einföldum lausnum við flóknum vandamálum. Við Íslendingar höfum stundum dálítið sérstaka trú. Ég veit ekki hvort það sé smæðin eða eitthvað annað, en við trúum því oft að grasið sé grænna hinum megin. Og þó við séum lítil, þá erum við stórhuga. Og við eigum það til að halda að það sé bara hægt að velja það besta úr hverju samfélagi fyrir sig. Og það er æðislegt að vilja gera betur, en trúir í alvörunni því einhver að það sé raunhæft að hafa íslensk laun, pólskt verðlag, danska vexti og kannski spænskt veður? Við þurfum að spá í því hvort við séum tilbúin að fórna öllu því sem við höfum áorkað og öllu því sem við eigum eftir að gera sem frjáls og fullvalda þjóð fyrir einhvern mögulegan ávinning í framtíðinni. Sérstaklega þegar það er ekki ljóst hver þessi ávinningur er. Af því að ég get alveg upplýst ykkur það, eftir að hafa verið hinum megin, að það líka slá grasið þar. Sumir tala eins og innganga í Evrópusambandið sé einhvers konar lausn. En mér finnst við þurfa að svara því fyrst hvað það er sem við ætlum að leysa. Hver eru verkefni Íslands? Er það gjaldmiðillinn? Er það húsnæðismarkaðurinn? Framleiðni, samkeppni, skipulags opinbera, menntun eða nýsköpun? Því að þetta eru verkefnin, þá get ég alveg upplýst ykkur það að þetta eru verkefni sem allar þjóðir að glíma við. Spurningin sem við þurfum að kljást við, eða spyrja okkur, er hvort að við treystum okkar þjóð til að ráðast í þessi verkefni beint,
eða hvort við viljum að embættismenn í Brussel geri það. Ég er menntaður verkfræðingur og starfa við nýsköpun og breytingastjórnun og ef það er eitthvað sem ég hef lært á mínum starfsferli þá er það hvað það er freistandi að trúa því að það sé til ein stór lausn við vandamálinu. En staðreyndin er svo að hún er sjaldnast til og ef þú greinir vandamáli vitlaust þá muntu líka velja ranga lausn. Raunverulegur árangur verður ekki til með undirritun á einhverju samningi. Hann verður til þegar fólk tekur ábyrgð á litlu hlutunum aftur og aftur og aftur og aftur. Þetta á við fyrirtæki, þetta á líka við sveitarfélög og þetta á líka við þjóðir. Ég viðurkenni að ég verð frekar þreytt á að hlusta á endalausa sögur allt sem er að á Íslandi. Af því ég horfi á málið svona. Við búum í landi þar sem velmegunin er eftirtektarverð. Við búum í einu jafnasta samfélagi heims. Við erum með eina hæstu atvinnuþátttöku sem þekkist. Við lifum lengur en flestir. Við byggjum samfélag okkar nær alfarið á endurnýjanlegri orku. Við eigum hreinasta vatnið og hreinasta loftið. Við erum í fremstu röð þegar kemur á jafnrétti og við skorum mjög hátt á lífshamingjukvarðanum. Við erum algjöru dúerar í eðli okkar og við höfum hingað til ekki treyst á aðra að leysa vandamálin okkar. Þannig af hverju ósköpunum ættum við að byrja því núna? Er allt fullkomið? Nei. En erum við virkilega þjóð sem trúir því að við þurfum að láta aðra leysa vandamálin okkar? Ég held ekki. Við vitum alveg innst inni að það engar töfralausnir. Við erum best í heimi í að bretta upp ermar og vinna vinnuna. Það sem ég dáist mest að í fari Íslendinga er að við höfum aftur og aftur sýnt að við getum lagað það sem er að. Við höfum byggt upp samfélag sem er ítrekað talið eitt af þeim bestu í heimi að búa í. Við höfum tekist á við náttúruhamfarir, bankahrun, heimsfaraldur, sullaveiki, uppskerubresti og alls konar erfiðleika. Og aftur höfum við fundið íslenskar lausnir á íslenskum vandamálum. Ekki vegna þess að þær hafa alltaf verið auðveldastar, en þær voru okkar. Og fyrir vikið stöndum við í fremstu röð á öllum mælikvörðum. Þannig já, ég treysti íslensku þjóðinni best til að leiða okkur inn í framtíðina. Kæru fundamenn, Evrópusambandsaðild leysir svo sannarlega ekki íslenskan húsnæðisvanda, ekki frekar en hún fækkar appelsínugulum viðvörunum. Við þurfum að halda áfram að gera það sem við höfum alltaf gert þegar mest hefur reynt á, treysta okkur sjálfum og halda áfram öflugri alþjóðasamvinnu á okkar eigin forsendum. Ég get alveg viðurkennt að ég dýrka Svíþjóð. Ég lærði helling, ég kynntist yndislegu fólki og ég mun alltaf líta á Svíþjóð sem eitt annað heimili. En það mikilvægasta sem ég tók með mér heim var ekki að ég vildi verða aðeins meira sænsk, heldur hvað ég er ógeðslega stolt af því að vera íslensk. Af því að verða hluti af öðru samfélagi, það lætur mann átta sig á því að ekkert sem við eigum er sjálfsagt. Við eigum samfélag sem kynslóðir undan okkur hafa byggt. Við höfum lýðræði sem við berum ábyrgð á. Við eigum frelsi til að taka okkar eigin ákvarðanir og við eigum þjóð sem hefur sýnt aftur og aftur að þegar á reynir þá brettum við upp ermarnar og göngum í verkin. Þess vegna ætla ég ekki að kjósa út frá spurningunni hver getur leyst vandamálin fyrir okkur. Ég ætla að kjósa út frá annari. Trúi ég því að við getum leyst þau sjálf? Ég geri það. Ég trúi á Ísland. Ekki fullkomið Ísland, ekki Ísland þar sem ekki þarf að laga, heldur Ísland sem hefur alla burði til að gera betur. Ísland sem lærir af öðrum en þarf ekki að verða eins. Ísland sem tekur ábyrgð á eigin framtíð, af því ég held með Íslandi. Og þegar maður heldur með sínu liði, þá situr maður ekki þegjandi í stúkunni. Maður stendur upp og maður lætur í sér heyra. Og þann 29. ágúst þá ætla ég að gera það. Og ég ætla að segja nei. Áfram Ísland!